Stóra púðastríðið. Einn rigningardag voru krakkarnir í slepjuvélum fastir inni og höfðu ekkert að gera. Bobby, Lily og Mia voru algerlega leið á því. Ó, ég óttast að við gætum gert eitthvað skemmtilegt, sagði Bobby og starði út gluggann. Rétt þá kom pabbi Bobby inn með stóra tösku. Ég hef eitthvað sem gæti hjálpað, sagði hann og brosti. Hann opnaði töskuna og úr henni féllu 100 litríkra púða. Púðastríð, kallaði Bobby, tók púða og kastaði honum á Lily. Lily beygði sig og kastaði einum aftur. Fljótlega voru öll 3 börnin að hlæja og kasta púðum út allt. En það var eitthvað skrítið við þessa púða. Þeir voru ekki bara mjúkir, þeir voru hoppandi. Þegar Bobby sló púðanum í gólfið, hoppaði hann svo hátt að hann næstum snerti loft. Krakkarnir trúðu varla þessu. Þeir hoppuðu á púðunum, köstuðu þeim herbergið og áttu stórkostlegasta púðastríð sögunnar. Púðarnir flugu herbergið, yfir húsgögn og niður veggi. Bobby reyndi jafnvel að hjóla á púðanum eins og á surbretti, flýgandi stofuna. Eftir klukkutíma af hoppandi, hlæjandi og púðakasti hrundi börnin saman í mjúka púðahaug. Besti rigningardagur alltaf, sagði Mia og brost. Frá því degi gátu börnin ekki beðið eftir rigningardögum því þau vissu að þau myndu alltaf hafa stórt púðastríð sem þeir gátu hlakkað til.